Já, sagan sem að ég er með í dag ber yfirskriftina Óvænt kraftaverk. Sum kraftaverk gerast mjög óvænt. Stundum án þess að þeirra sé óskað. Eða jafnvel þegar viðkomandi er algjörlega ómeðvitaður aðstæðjandi hættu. En Guð, samt sem áður, sendir verndarengil þinn þér eða öðrum nálægt þér til bjargar. Eftirfarandi frásögn er gott dæmi þetta. Katrín Forster var heima hjá sér og tók það rólega, enda nýkomin í langþráð sumarfrí frá vinnunni sinni. Þá fannst henni sem hún ætti ennþá eftir að klára eitthvað verkefni á vinnustaðnum. En hún gat alls ekkert gert sig grein fyrir því hvað það gæti verið sem hún hefði gleymt. Henni leið svo illa yfir þessu að hún ákvað að skreppa á vinnustaðinn sem var fataverslun og athuga þetta nánar. Þegar að þangað kom, sá hún Lísu litlu, unga dóttir hjónanna sem ráku þetta fyrirtæki sem hún var hjá. Hún sat á gangstéttinni utan við verslunina og naut þess í sólskilinu að líta myndir í litabókinni sinni. Þetta gerðist á þeim tíma sem það þótti óhætt að leyfa börnunum að leika sér utan dyra, á meðan að foreldrar þeirra unnu skammt frá innan dyra. Katrín lýsir atvikunum þannig að þegar hún kom á staðinn, þá gekk hún af vinnustað sínum og heilsaði Lísu litlu og ákvað að fara svo inn í bakari sem var rétt við hliðina á vinnustaðnum til þess að kaupa brauð handa móður sinni sem var heima. Og einnig keypti hún smáköku handa Lísu litlu. Og að því búnu kallaði hún á hana Lísu að koma með sér inn í verslunina, þar sem að móðir Lísu var að vinna til þess að fá leyfi hjá mömmu hennar hvort hún mætti borða svona sæta köku. Og mamma hennar gaf leyfi til þess og Lísa settist nú innan dyra til að borða kökuna sína. En allt í einu heyrðu þau mikinn hávaða og skarkala fyrir utan. Katrín og móðir Lísu hlupu til dyrana til að sjá hverju þetta setti. Og sáu þá að ökumaður hafði mist stjórn á bifreið sinni og ekið upp á gangstéttina einmitt þar sem að Lísa litla hafði setið augnabliki áður. Þær urðu furðulostnar yfir þeirri miklu hættu sem hefði geta gerst með Lísu. En núna sat hún glöð og borðaði sætu kökuna sína innan búðar og naut þess. Nú eru liðin mörg ár síðan að þetta gerðist og að mér fannst að ég þyrfti nauðsynlega að skreppa á vinnustaði minn til þess að klára eitthvað óklára verk. Og enn í dag hef ég ekki hugmyndum hvað þetta verk var sem mér fannst að ég þyrfti að framkoma. Hefði gleymt. Nema að Guð ætlaði mér að vera á staðnum og bjarga lífi Lísu litlu. Svona inngrip Guðs inn í líf okkar kemur okkur til að rifja upp þessa yfirlýsingu hans í Sálmunum 34:8. Engill drottins setur vörð, kringum þá óttast hann og frelsar þá.